Já, góðan dag. Ég held ég bara þennan síðasta fyrirlestur í þessari röð fyrirlestra hjá okkur. Og já, kannski ég kynni mig, ég held ég hef bara gert það í fyrsta fyrirlesturinum, en ég Sigurður Torfi Sigurðsson og ráðunautur á umhverfis- og rekstrasviði RML og verkefnisstjóri lognverkefnis. Í dag ætlum við að fjalla svona raunhæfa nálgun á nýsköpunum og rekstri náttúruverndar á landbúnaðarsvæðum og aðeins að reyna að kemur nokkra glærur hvernig mögulega bændur getur nýtt sér þetta á hagrænan hátt og hvað þyrfti þá að koma inn í. En það sem ég ætla að fjalla fyrsta lagi hvað áhrif nýsköpun hefur á náttúruvernd og aðeins svona telja fram hvaða tækifæri við erum með eða hvað við höfum til staðar og síðan setja upp eða dreifja upp nokkra sviðsmyndir hvernig náttúruvernd gæti haft jákvæð áhrif á hagrænan rekstur búa. Og það ágætt að hafa það í huga þegar við förum í gegnum þennan fyrirlestur að landbúnaður yfirleitt að tengjast framleiðslu á afurðum, einhvers konar afurðum. Þannig að við þurfum aðeins að velta upp, getum við flokkað náttúruvernd sem landbúnaðar afurð. En aðeins ef við horfum í þetta hugtak nýsköpun, þá það samkvæmt orðabók að stuðla að framförum og nýjum hugmyndum, verklagi, uppgöngum. Margir tengja þetta við tengja þetta við mjög hlutlæg verkefni og hlutlæga hluti eins og að breyta vörum eða koma með einhverja nýja tækni. En í fræðibókum hefur þetta hugtak miklu víðari skilning og í vissulega á það að stuðla að framförum en þetta getur líka verið að nota aðrar aðferðir, innleiða til dæmis hugmyndir á önnur svæði og aðlaga þar á staðháttum eða jafnvel uppfæra gamlar hugmyndir, setja nýjan búning og jafnvel fyrir nýja notkun. Og þetta skiptir máli að segja sögu, það þarf að segja réttu söguna og það þarf jafnvel að segja hann á annan hátt en hann hefur verið sögð áður. Þannig að við nýtum þetta réttan hátt og aðeins svona dæmi kannski nýleg dæmi nýsköpun í landbúnaði getum við nefnt að ég var vitni að bónda norður í Þingeyjarsveit sem var að endurvekja gamla áveitu og það má segja það sem nýsköpun vegna þess að hann var að hugsa hana á allt annan hátt. Hann var að hugsa hana til þess að endurvekja bæði fuglalífið og eins að fá gróðurinn og geta haldið túnunum sem voru þá fyrir neðan þess áveitu, geta haldið þeim þá þurrari og nýtt þau til að ná betri uppskeru. Annað dæmi sem ég rakst á í fyrra var hérna á Rangárvöllum. Þar voru sauðfjárbændur að færa fe á milli hólfa, það er að segja yfir í hólf hjá hrossabændum og þessum hrossabændur fengu þessu sauðfjárbændur til þess að beita til þess að sauðféð myndi býta þann gróður sem hross vildu síður og bæta þannig haglendi hjá sér. Og síðan hefur verið fréttum ný hreinsistöð á Æðartúni og jafnvel hugmyndir vinnslu. Ég held að þar sé mikil tækifæri. Og eins hafa litlar spunaverksmiðjur, að minnsta kosti 2, verið staðsetta núna á síðustu 2-3 árum.
Brendan Dunford sem var hérna í fyrirlestur nr. 2, sagði okkur frá verkefni á Írlandi. Hann benti svolítið á mikilvægi þess að bændur væru að horfa út fyrir ramman og væru að fengu tækifæri til þess og aðstoð til þess að líta aðeins á hlutina á annan hátt. Og Burren dæmið til dæmis mjög gott dæmi hversu vel hefur tekist í náttúruvernd. Eða sem dæmi svæði sem vel hefur tekist í náttúruvernd og hérna það sem nýsköpun hefur verið breytt. Og það náttúrulega, þar voru bændur fengnir til þess að horfa aðeins öðruvísi á hlutina, breyta aðferðin við beit og við fóðrun. Þeir voru aðstæður til að endurbæta brynningarstaði eða vatnslindir sínar, nýta það betur og eins var þróaður sérstakur fóðurbæti sem hentaði þessu svæði og hérna uppfyllti þær kröfur sem þessi nautgripi þurftu. Annað dæmi sem ég get nefnt Dalsland eða Dalirnir í Svíþjóð. Þetta svokallað HNV-svæði eða High Nature Value. Þetta svæði hefur þróast með mikið af landbúnaðarnotkun og beitarnotkun. Það mikill breytileiki hérna í lífríki. Þarna var byggð í hnignum og hérna náttúran að breytast af þeim sökum. Þannig hafa gripið til þess ráða að efla til nýsköpunar. Og byggð, þeir svona sneru þessari þróun aðeins við. Og við sjáum hérna þessa mynd hérna sem kýrnar koma, þá þetta færanlegt sláturhús og hugmyndin var svo að það var þarna mjög erfitt að færa gripið til slátrunar. Þannig að þetta svona svipað apparat eða faratæki eins og hérna frumherji með í skoðunarstöðu sinni. Þetta færist stækkar í allar áttir þessi trökkur. Þetta svona svo gott félagsheimili, miklu stærri að innan heldur en utan. Og síðan á þessi mynd að tákna það að þetta keyrt í hagann og kýrnar koma sjálfviljugar hérna hlaupandi að. En einnig sótti hugmyndir í önnur svæði eins og hérna þessum grískum ostum þá til að þróa nýja vörur og tengdu þar þá náttúrunu og svæðinu. Það sem þeir það sem unnu eftir í nýsköpun voru þeir settu sér upp 4 stofna til nýsköpunar eða svona eins og þeir sóttu nýsköpun í og fyrsta lagi voru þeir að sækja nýsköpun í samfélag og stofnanir og við getum sett lognverkefnið inn í þann flokk. Lognverkefnið í raun nýsköpun í að efla samstarf milli bænda og sérfræðinga innan fagstofa og annara. Ef við færum í það að útfæra einhverja styrki eða greiðslur til bænda vegna náttúruverndar, þá þyrfti það að fara í gegnum þennan stofn. Hér lög, reglugerðir og stjórnsýslu þar sem þyrfti að væntanlega að setja þetta inn í einhverja ramma. En það sem færi fram á búum, það kemi mest inn í þennan hluta, hérna landbúnaðar, tækni og úrekstur og jafnvel líka inn í vöru- og markaðsþróun eða vöruþróun og markað. Þannig og hérna væri þó líka afurðastöðvar sem kemi inn í þennan stofn. Síðan líka nauðsynlegt að þessi stofnar vinni allir saman, með talið saman og þessi flæði á milli, þannig að það sem gert á einum stað sé ekki að ganga þvert á það sem gert í öðrum. Það oft verið talað að góðir frumkvöðlar eða þeir sem í nýsköpun þurfa að fara út úr rammanum, og séu svolítið lausir í loftinu og fáið þannig hugmyndir. En oftar en ekki þá þurfa þeir sem vilja fara í nýsköpun, frumkvöðlar, þeir þurfa að hafa einhvern ramma sem þeir horfa inn í. Hér svona dæmi módel sem
mikið notað þessi business model canvas. Og hér verið að teyma sem sagt alla þessa þætti, viðskiptavinni, tekju og kostnaðarstruktúr og samstarfsaðila verið að teyma þá inn að verkefninu eða því sem á að vinna með því að nota þessa beitur eða þessar leiðir. Og ég setti nú gann upp í fyrra svona byggð á þessari hugmynd, þetta módel sem ég kalla náttúru nýsköpunarmódel eða vegasaltlíkan. Þetta byggja á því að þetta virka bara eins og vegasalt ef við ímyndum okkur að blái kassir sé tunna, olíutunna sem að notaði gamla dag og svo þessi brúni lárétti rammar þetta spýta sem maður setur á tunnuna. Krakkarnir eru misþungir, þannig að sá sem þyngri fær alltaf hinn upp. En þá geti hann á móti lengt spýtuna og annaðhvort safna tækifærum eða verið með meiri hindranir eftir í hvað við á. Og aðgerðin eða það sem er verið að vinna með það fellur þá að þeim sem hefur meiri þunga. Og einnig mætti þá bæta einhverju aukavægi sem myndi hjálpa til. En ef við skoðum aðeins hvar við sjáum svona hagræn tækifæri liggja, þá liggur svona beinast fyrst við að fjallum beini styrki geta oft aðstoða menn og gera það náttúrulega í að koma verkefnum stað og að halda þeim á floti. Menn þurfa náttúrulega að hafa fyrsta lagi fyrir kostnaði og svo yfirleitt þurfa menn einhver laun eða þurfa að lifa á einhverju. Einnig gætum við séð einhvers konar hagræðingu í rekstri, þannig að það verið minni rekstrarkostnaður. Snorri og Berglind voru í síðustu viku með erindi bæði betri nýtingu á áburðarefnum og einnig svona nýtingu á lífrænum eða efnum. Og áburður eða tilbúin áburður býsna hár kostnaðarpartur í rekstrarumhverfi bænda. Og eins eins og Berglind benti á að þá eru fullt af efnum sem hent sem mætti jafnvel nýta betur og nýta sem áburð. Og síðan getum við séð fyrir okkur að það gæti orðið einhver eftirspurn eftir sérstakum vörum sem í alveg tengt náttúruvernd. Við sjáum þetta í lífrænni ræktun að þar eftirspurn og bú sem með vottaða lífræna framleiðslu í dag fá álag. Við getum líka hugsað okkur einhvern virðisauka í heimavinnslu. Við myndum þá tengja einkennum og sérstöðu svæðisins jafnvel. Það ekkert allir sem hafa eldborgarhraunir til dæmis til að beita ánum sínum eða lambónum sínum. Og það ekki allir sem eru í steinsnar frá Löngufjörum. Þannig að það hægt að nota það sem sérstöðu og tengja við þá vöru sem verið að vinna. Og einnig að mynda jafnvel klasa eða einhvers konar hvata hjá veitingastöðum og þeim sem með veitingaþjónustu í að nota hráefni úr héraði. Og mér skilst að það verið gert svolítið átak í því á vegum svæðisgarðsins á Snæfellsnesi. Því leiðréttum bara ef ég að fara rangt með. En þetta það líka að vera inn í skipulagi sveitarfélaga. Eins og Ragnar benti á daginn þá kannski vantar svolítið að skipuleggja og skilgreina náttúruverndarsvæði, að þið fái ákveðin flokk og sess í skipulaginu. Og það má ekki vera þannig að það verðfelli jarðnæðið. En ef við förum aftur aðeins í afurðir og veltum aðeins þessum helstu landbúnaði afurðum, og það erum við náttúrulega langmest, ef flestir bændur eru að framleiða einhvern mjólk eða kjöt eða jafnvel bæði. Þannig höfum við verið dugleg í að rækta grænmeti og það hefur farið og eftirspurn eftir íslensku grænmeti, þannig
væntanlega eykst eitthvað framleiðsla á því núna í sumar. Ferðaþjónustan hefur verið stoð víða og helsta tekjulind margra búa, menn hafa annað verið með þetta hluta eða fært sig alfarið yfir í ferðaþjónustu og þá nýtt sér þá náttúru og þau sérkenni sem að svæðið þeirra býður upp á og bæði þá fyrir gistingu og einhverju upplifun. Síðan erum við að rækta gæludýr eða reiðhross, það segja lífdýr. Við erum að uppfylla þar ákveðna þörf, jafnvel fólk sem býr í þéttbýli. En við erum líka að framleiða vistkerfaþjónustu eða stuðla að vistkerfaþjónustu sem að hitt byggir allt meira og minna á en það er kannski meira sem aðrir hlutir sem byggja á því líka eins og loftgæði, vatn, veiði í ám og þess háttar. Og þetta þarf alltaf að tengja saman. Vistkerfaþjónusta, maður hefur svona velt sér upp og núna síðustu daga hef ég eins og verið að hugsa hvað þetta þarf að ég tel miklu betri kynningu eða það að segja þetta hugtak. Ég held að bændur svona almennt skynji þetta kannski ekki alveg, það verið ágætt að fá þessa umræðu á eftir. Bara hvað er þetta og hvernig ætlum við að útskýra þetta fyrir fólki. Af því þetta eru hlutir sem kannski oft ekkert auðvelt að skynja og oft ekkert auðvelt að skynja hvað vistkerfi að gera fyrir okkur. Ég setti þetta innan gæsalappa, við náttúrulega miðum allt við okkur en það náttúrulega vera fyrir náttúruna og heilda lífríkið. Afurðirnar eru líka misáþreifanlegar. Við erum að fá mat, timbur, eldsneyti, það er allt sem eitthvað sem við þekkjum. En kolefnisbinding, kolefnisgeymsla, það er eitthvað sem við jafnvel sjáum ekki, þó það sé hægt að mæla það. Vatnsmiðlun, við getum alveg séð það. Vatnsgæði, og svo sjáum við hvort það séu fleiri eða færri fuglar. En þetta gerir kannski breytingar gerast hægt í vistkerfum, þannig að ef það er hnignun þá sjáum við það ekki alveg 1, 2 og 3. Og síðan benti Brendan á í sínu fyrirlestri að í Evrópu eru menn víða að nota beitardýr til að halda niður gróðri og lífrænum massa til þess að hindra að gróðureldar blossi upp eða gera svona eldvarnir. Það er ákveðin tegund vistkerfaþjónustu. Og þarna setti ég nokkra spurningar sem þið megi alveg hugsa og ræða jafnvel á eftir. En ef við förum aðeins í svona nokkur verkefni og styrki og þar meðal umhverfi styrki sem við þekkjum að við bændur erum að fá greitt fyrir kostnað í nokkrum verkefnum, við til dæmis eins og endurheimt votlendis og uppgræðslu verkefnunum hjá landgræðslunni eins og bændur græða landið. Þar fá bændur annarkvort ákveðnar upphæðir eða einhvern kostnaðan greiddan. Í bændaskógum fá bændur plöntur og girðingur og fá greiddan kostnað. Fá reyndar að auki líka að hirða afurðina eða timbrið sem kemur, en það náttúrulega tekur langa tíma. Gæðastýring í sauðfjárrækt er tapar talsverður stór hluti í tekjuflæði sauðfjárbænda. Þar er eitt af skilyrðum hófleg nýting á beitarhögum. En gæðastýringin er samt framleiðslutengd, sem er svolítið sérstakt við gæðastýringu. Þannig að það er meiri hvati í framleiðslu heldur en jafnvel að gæði í beitarstýringu. Síðan er gæðaálag greitt í mjólkurframleiðslu og það er greitt af afurðasölu. Gæðastýring í sauðfjárrækt er greitt úr opinberum sjóðum og hefur verið nú í nokkrum ár svokallað verkefni fyrirmyndabú, en það hefur verið lagt af allavega einhvern minnst okkur tímabundið. Ég get samt ekki alveg sagt til það hvort það sé alveg eða hvort það komi aftur.
og þar var meðal annars horft til umhverfis eða umhverfis í kringum bú og einnig fá mjólkur eða kúabændur gæðaálag út á efnisinnihaldi, það er að segja fitu og prótein hlutfall og fá svona mismunandi greiðslur þá miðað við efnainnihaldið. Og álag vegna lífrænnar ég kom inn á það líka áðan, að það greitt á afurðasölu en það í rammasamningi, búvörusamninga eru aðlögunarstyrkir fyrir lífræna framleiðslu. Það er að segja fyrir bændur þegar þeir eru að breyta sínum búum og þurfa jafnvel að stækka byggingar, þurfa að rækta meira, þá fá þeir ákveðna styrki til að mæta þeim kostnaði. Og það hefur líka verið í gildi ýmsar hvatagreiðslur í gegnum tíðina, til dæmis fengu bændur lengi greitt fyrir framræslu og í dag fá bændur greitt fyrir jarðrækt til dæmis. Þannig að hvatar þurfa að passa þeir þjóni ákveðnum tilgangi, réttum tilgangi, þannig að þeir verði ekki misnotaðir. En eitt verkefni sem langar aðeins til að koma inn á, það er loftslagsvænn landbúnaður og þetta verkefni sem þetta er samstarfsverkefni umhverfis- og auðlindaráðuneytis og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og þetta er unnið af okkur í RML ef við höfum umsjón með verkefninu og vinnum það ásamt landgræðslunni og skógræktinni. Þetta er unnið út frá og í samstarfi við landssamtök sauðfjárbænda og hugmyndin er komin þaðan, kemur í kjölfar greiningar sem þeir létu gera fyrir nokkrum árum. Og þetta verkefni er að fara á stað og þetta er svona eiginlega hálfgert systurverkefni í logn og þetta er fyrsta verkefni sem í raun á að borga fyrir vistkerfaþjónustu í landbúnaði. Það er að segja vistkerfaþjónusta er einn af þeim hlutum sem horft í, það er verið að hagræða í rekstri og það er verið að reyna að minnka kolefnaspor búa. Og það verða tekin 15 þátttökubú núna í sumar á námskeið til að gera aðgerðaráætlun síðan í framhaldið. Og þarna fá bændur greiddar svo kallaða verkefnagreiðslu, þess að fá greitt fyrir að vinna ákveðin verkefni. Og stefnan er í framtíðin að það séu líka þarna inn í árangurstengdar greiðslur sem koma þá inn á árangur í að bæta vistkerfi og sem falla þá að bindingu og geymslu á kolefni. Styrkir sem þekkjast erlendis í svona sambærilegum eða lognverkefnum að þeir eru fyrst og fremst svona þrenns konar. Það er svona einskipta greiðslur, það er að segja að fá bændur greitt fyrir einhver verkefni sem eru verið að gera jafnvel einu sinni heldur eins og lagning á göngustígum. Þetta getur verið hreinsun á svæði, þetta getur verið uppsetning á hliðum, það er að segja til auðvelda aðgengi og eiga þó að dekka kostnaða í það minnsta og jafnvel einhver laun. Síðan eru bændur að fá greiðslur fyrir að vera í verkefni, bara fasta greiðslur. Til dæmis eins og í búrvenverkefninu þá fá menn að hluta til svona fasta greiðslur fyrir að vera í verkefninu. Og þá þurfa það að í raun samt að uppfylla ákveðin skilyrði, gera ákveðin verkefni. En það sem er svona mest í þróun núna og það nýjasta er þessa árangurstengdu greiðslur eða result-based payments sem við kalla. Og þar er árangur metinn hverju ári og bændur fá, eða þess að þeim er gefin einkunn, þeir fá stig og fá greitt samkvæmt árangri. Þetta er til dæmis í búrvenverkefninu og Brendan sýndi einmitt svona engana blað eða stiga blað. Og bændur, þeir
eiga auðvelt með að meta þetta og skilja þetta og vita hvað þeir eiga að gera, hverju þeir eiga að breyta og þetta ekkert ósvipað eins og bara afurðamiða sem að koma frá eins og sláturhúsum þegar við fáum afurðamiða fallunga og flokkun lambanna okkar og bændur geta síðan borið þetta saman og geta metið þess aðeins áum hvor sé að skora hærra. Núna ákveðin samvinna í gangi, ég vil benda hérna á þetta netfang hérna, að það svona verið að svolítið að samræma hvernig þessa skorun gerð og samvinna í líka hvernig á að nálgast þessa árangustengdu þetta mat og hvernig best að haga greiðsluplani. Og við fengum að fljóta með í þeirri vinnu. Ef við lítum yfir hvernig þetta gert í búrren og sjáum hérna hvernig þið greiða, þá byrja þeir meta land eða ástand lands frá 1 upp í 10. Þeir eru að meta gróðurfar í landinu, hvernig beitin hvort hún sé og mikil, hvort hún sé lítil og þeir eru með vass eða umgang hérna vassból og annað inn í þessu. Þannig þetta eru nokkrir þættir sem eru fyrirfram ákveðnir sem eru metnir. Og þetta stigað á skalanum 1 upp í 10 og þeir fá greitt þá fyrir í raun hverja spildu sem stiguð og þær spildur sem stigast undir 4 eða frá 1 til 4 þær fá engar greiðslur. Það bara þurfa með bændur að bæta sig og breyta. En þegar komin í 5 þá fara þær að fá hérna 60 eurur á hektara og svo hækkar þetta upp og tekur svolítið stökk hérna. Þannig að þegar menn eru komnir hérna í 8-5 þá eru menn komnir svona í mjög gott og það sem þar fyrir ofan í raun bara betra en gott. En það hafa menn verið að fá 10 fyrir sína spildur. Og ég setti þetta aðeins svona upp í samhengi, setti hérna ef einhver væri með 35 hektara í svona kerfi þá væri hann að fá frá 300 eða 300.000 upp í 1.000.000 eftir í hvernig stigunin væri fyrir þá í heildargreiðslur. Það þetta tæp 30.000 ef menn eru með sem menn fá að hektara ef menn eru með 10 í einhvern í stiguninni. En síðan setti ég hérna nokkra sviðsmyndir upp og ég notaði til grundvallar, notaði forsendur hérna sem að koma úr hagtölusafni sauðfjárbúa. Þetta eru 60 og eitthvað sauðfjárbú sem að það safn sem uppistaðan í því safni. Þetta bara byggt á ársreikningum og síðan meðaltal 30 búa. Þetta eru tölur sem eru notaðir í útreikningum eins og hjá okkur og eru í raun, þetta eru ábyggilega tölur og ég búinn að setja hérna upp grunnstöðu og ég búinn að prófa að bæta hérna inn nákvæmnisdreifingu og ef það kemur álag frá afurðastöðum og síðan náttúruverndargreiðslur aðeins mismunandi. Og eins ef það dregið úr bústofni og bætt þá við og við myndum þá áætla að náttúrugreiðslur myndu hækka. Þannig að þetta eru aðeins ýkt dæmi og þetta ekki, ég vil árétta, þetta svona bara hugmyndir, þetta ekki eitthvað sem upp á borði, þannig að menn misskilji það ekki að þetta sé eitthvað sem sé bara að koma. En ef við skoðum bara fyrst grunnstöðu á annars vegar kúabúi, hins vegar sauðfjárbúi, þetta svona meðalstærð á kúabúi, þetta eru 67 ársskýrarnir, þetta eru mjólka rétt tæp 400 lítra og svo eru frekar stórt sauðfjárbú, þar sem eru ásettar 750 kindur eða en greiðslumarkið upp á 680 en heldur lægra, það framleitt talsvert umfram greiðslumark. Við sjáum í tekjuflæði á svona búum að hvað kúabúið fær miklu meiri eða hærra hlutfall bara beint af afurðastöðum. Svo hérna fyrir mjólk og fyrir kjöt,
Það alltaf eitthvað aðeins kjöt sem fellur í mjólkurbúum, þetta ekki þó þetta sé ekki aðaltekjur. En aftur á móti fær sauðfjárbúið miklu að mun hærra hlutfalli tekjur frá opinberum greiðslum. Og svo setti ég hérna inn í aðrar auka tekjur, þetta algengt að bændur séu í jafnvel einhverju verktöku eða sem gistiþjónustu eða veiði eða eitthvað sem þetta enda tekið úr þessum 30 kúabúðum sem meðaltal af þeim. Þannig þetta svolítið misjafnt milli búa. Helstu kostnaðarliðir eru náttúrulega eins og í kúabúum kjarnfóður og áburður. Svo spilar inn náttúrulega búvélar, en í kúabúum miklu meira af litlum kostnað, þannig ég dró hann bara svolítið saman. En hjá sauðfjárbúi stærsti kostnaðarliðurinn áburður og svo rekstur búvéla. Þetta skilar búum framlegð, eða framlegða hlutfalli 55% hjá kúabúum og 60% hjá sauðfjárbúunum. Þannig að þó það sé aðeins hærra framlegða hlutfall þá náttúrulega minna moð úr þar sem tekjurnar eru minni, en samt sem áður trúlega hærri fastur kostnaður á móti hjá kúabúum. Næst setti ég inn nákvæmnisdreifingu, það lækkaði þá áburðarkostnað. Ég breytti engu öðru. Hérna sjáum við þetta hefur 2% stiga áhrif á sauðfjárbúið og rúmt 1% á kúabúið, þannig að það munar náttúrulega mun meira þetta. Og einnig getum við líka vænst þess að velakostnaði muni minnka, því þetta er einfaldara að dreifa með þessum nákvæmnisdreifurum. Þannig að það verður pínu eða eitthvað minni kostnaður, en það er kannski ekkert verulegt. En síðan aftur á móti kostar þessi dreifarar, þessi tæki eitthvað og það tekur einhver 4-5 ár að væntanlega greiða það niður. Ef við setjum álag frá afurðastöðvum, við setjum hérna 40% álag, þetta eins og að greiða fyrir lífrænamjólk, það reyndar fáir í því í dag, þannig að þess vegna þetta svona há tala, en ég ákvað að láta hana standa, bara til að sjá aðeins muni, þá sjáum við að þetta hefur mun meiri áhrif á kúabúin, framleiðarstig hefur aukist 8% stig. Og meðan það hefur aukist 5% stig hjá sauðfjárbúinu. En allt annað í raun óbreytt. Ef við setjum inn náttúruverndarstyrki og notum hérna tölur úr búrænuverkefninu, ég setti 150.000 í fastagreiðslur, verkefnagreiðslur, og síðan miðaði ég við að þetta væri að meðaltali með stig 7 í hérna á þessum 35 hekturum sem væri undir í greiðslum. Þá hefur þetta sára lítil áhrif reyndar á kúabúið, en þetta er aðeins að hafa áhrif á sauðfjárbúið. Eða á rúmt prósentustig í framlegð. En ef við fækkum aðeins í bústofn á móti, við getum svona sett upp myndina þannig að það jafnvel óbeitt á einhverju hluta af landinu þurfa að fækka í bústofni. Það reyndar í mjólkurframleiðslu þá eru bændur bundnir því að framleiða upp í greiðslumark, þannig að þeir fái greiðslumarkið og haldi því, annars verður það skert. Þannig að það myndi lækka framleiða hlutfall á kúabúinu, þannig að það yrði minna eftir, en það myndi snar aukast og eins myndi bara framleiðin sjálf aukast í sauðfjárræktarbúinu. Og
þarna enda verið að tala að þessi bóndi sé að standa sig vel og hann að ná nánast hámarki í að endurheimti eða í þeim verkefnum sem hann sem tilheyra náttúruverndargreiðslunum. Og einu enn sem ég skellti þetta með líka ef að menn myndu hugsanlega taka nákvæmnisdreifingunni inn í og næðu þar með að lækka kostnaðan á því 20%, það er alveg raunhæft, skilst mér. Og þá bætist það bara við, þannig að þarna sauðfjárbúið að auka talsvert mikið framlegð á búinu og hefur fækkað 200 kindur, sem sagt að framleiða bara í lágmarki miðað við að fá hámarks greiðslumark. Og aðeins bara í lokin að þetta aðeins misjafnt eftir hvernig við stillum þessu upp, hvaða áhrif þetta hefur á búgreinar, eftir hvaða leiðir eru notaðar. Það eru alveg tækifæri í að nýta áburðinni betur og draga þannig úr kostnaði, eins og til dæmis með áburðartekninni, nákvæmnisdreifingu. Og síðan getum við, ef það skapast eftirspurn, og þá má jafnvel nýta það sem hvata. Og tenging og afurðaverð hefur þá meira á áhrif á kúabændur, en styrkir fyrir náttúruvernd hafa svona meiri hagræn áhrif fyrir sauðfjárbændur. Og hér skelli ég bara upp í lokin svona nokkrum spurningum sem væri gott að hafa í huga. Og minni aftur á skráningafrest í lognverkefninu. En ég ætla þá ekki að hafa þetta lengur í bili og gefa orðið laust, hvort það sé ekki einhver sem vill spyrja. Nú veit ég ekkert hverjir eru hérna inni, ég hef ekkert náð að fylgjast með því. Það lítur einhver að vilja taka til máls. Gjörðu svo vel bara. Það er allir hljóðir. Já, ég bara þakka fyrir og var Guðbrandur byrjaður að tjá sig þarna? Nei. Nei, ég ætla ekki að grípa fram mig fyrir þér allavega. En nei, það voru svo engar spurningar en bara fín yfirferð. Þú varst náttúrulega með stórt sauðfjárbú þarna. Það væri líka bara fróðlegt að sjá meðal sauðfjárbúið. Já. Og þannig að þetta er held ég spennandi að setja svona sviðsmyndir upp og ég þá ef einhverjir myndu vilja láta skoða fyrir sig svona sviðsmyndir þá held ég að það væri bráðsniðugt af því að þetta er eitthvað sem við hljótum að geta gert. Já, þetta er náttúrulega raunin mjög einfalt að stilla inn og hægt að leika sig með í raun á alla kanta. Og það er einmitt, ég svona ákvað að setja svolítið aðeins þarna öfgakennda tölur á milli en til að sýna svona áhrifin hvert þetta trendin er að tölurnar fari. Og þannig þetta en ég naut nú aðeins aðstoðar hjá honum Runólfi Sigurðssyni. Vilt þú bæta einhverju við Runólfur? Já, fyrst alveg bara kæra þakki fyrir þetta yfirlit og þessa nálgun því að ég held að okkur sé öllum þarf sem erum að starfa dagstaglega
í það minnst að ég segi fyrir mig í hefðbundinni ráðgjöf og ekki síst rekstrarráðgjöf að sko horfa á hlutin öðru hvoru út frá nýjum víddum eða nýjum nálgunum og bara það að sjá þetta sko þennan samanburð milli búgreina og þess munar í raun og veru hvernig ólíka sviðsmyndir kom út fyrir hvora búgrein fyrir sig held ég mikilvægt að skoða sérstaklega. Það er líka ástæða einmitt til að skoða þá sko einmitt mæli einingar í þessu sambandi. Þarna var sko mælikvarði á árangurinn framleiðastigi sem maður hefur óneitanlega notað mjög mikið bara almennt. En þegar maður fyrir að bera saman sko vægi einstakra kostnaðarliða eftir búgreifum þá kemur þá þarf að hafa í huga sko hvernig samsetningin í hlutföllum einstakra kostnaðarliða milli búgreina og það sem skilur þarna á milli náttúrulega sko kjarnfóðurliðurinn hjá kúabúunum og sem hverfandi hjá sauðfjárbúunum. Þannig að sko maður myndi og nú maður ennþá svolítið kassalega í þessu að það má vera að það þyrfti að skerpa mjög á þeirri ráðgjöf sem við erum að sinna varðandi sko fóður og fóðurnýtingu á kúabúum. Af því að bara þessi 30 bú sem voru tekin saman, þau eru með býsna mikinn breytileika í einmitt þeim þætti. Jafnvel þannig að við erum með bú sem eru með tiltölulega svipaðar afurðir en munurinn liggur í afkomu á þessum tveimur kannski búum í að annað búið nýti sér þetta aðfengna fóður á langtum betri og markvissari hátt en hitt búið og það kemur þá fram bara í heildarniðurstöðu viðkomandi bús. En í sjálfu sér sko líka þarna eðlismunur eins og bentir réttilega á varðandi þessar opinberu greiðslur hvernig þær að birtast eftir búgreinum. Þarna geta menn sauðfjárbændur svona valið sér meira sko hvað ætla ég að vera með margt fé sem sagt með tilliti til opinberra greiðslna að þeir þurfa að eiga 60% af eða fjárfjöldin þarf að ná 60% af því greiðslumarki sem skráð á búið og þeir halda þá fullum beingreiðslum eða beingreiðslu á hann sjálfum. Í mjólkurframleiðslunni framleiðslu kvöð að þú átt að ná 100% af greiðslumarki. En ekki meira varðandi þetta, bara svona almennar vangaveltur. Takk. Já, takk fyrir þetta. Einhver fleiri sem vill? Já, má ég aðeins, Guðbrandur, hérna? Já, gjörðu svo vel. Já, ég vil taka undir með honum hérna Runólfi og þakka Sigurði fyrir þennan ágæta fyrirlestur og reyndar ég bara mjög ánægður með hérna fyrirlestrarnir yfirleitt. Ég held ég hafi misst af tveimur hérna fundum. Og þetta hefur verið ákaflega fróðlegt. En ég svona sakna þess dálítið sko að hafa ekki séð fleiri kollega mína og það á þessu svæði hérna svona almennt á fundunum. Þeir voru þarna náttúrulega nokkrir bændur á hvað fundinum voru 2 ef ég man rétt. Þar sem þau voru þarna 4 með hérna erindi. En auðvitað þetta ekki kannski besti tíminn fyrir bændur að taka þátt í þessu.
vegna voranna. En ég svona velta, já, ég ætla aðeins að segja líka að mér fannst mjög athyglisvert, Sigurður, þessar sviðsmyndir sem þú settir upp varðandi hugsanlega breytingar á stöðningskerfi og í því sambandi þá svona getur maður til dæmis spurt sig sko hvort að það sé eðlilegt og sjálfsagt að styrkja kjötframleiðslu eins og kindakjötframleiðslu á landi sem að þolir illa eða jafnvel ekki beit. En slík svæði eru vissulega til á Íslandi. En þá landi sums staðar að hnigna því miður og víða sé búið að snúa þróuninni við. En á slíkum stöðum þá væri að sjálfsögðu að mínu viti miklu skynsamlegra að breyta styrkjakerfinu þannig að bóndinn fengi styrki til þess að bæta landi, gera það beitarhæfara til framtíðar en að myndi þá allavega tímabundið draga úr framleiðslu. Nú en svo það með framhaldið á þessu sko, það kom þarna fram hjá þér að það sé gert ráð fyrir að þeir sem vilja taka þátt í þessu lokaverkefni sæki það núna fyrir 15. maí. Það ekki rétt ekki eftir? Jú, það rétt. En mér allavega ekki alveg ljós sko, kannski getum að séð það einhvers staðar inn á vefnum hjá ykkur, þú kannski leiðbeinir mér með það, sko hvað í þessu felst og nákvæmlega. Ég svona ákveðna hugmyndir eftir að hafa tekið þátt í þessu núna, en ég velti fyrir mér sko líka hvort að frumkvæðið eigi bara að koma frá landeigendunum eða hvort að það sé ástæða til að einhver utanaðkomandi aðili eins og til dæmis RML og þá í umboði náttúruverndaryfirvalda ýti við okkur landeigendum með einhverjum hætti. Ég er ekki frá því að það sé nú kannski full þörf á því. Það náttúrulega best ef þetta kemist frá þessast frumkvæði kemur frá þeim sem að búa á svæðinu eða þess að á búa. Það alveg sammála því sko, það ræstilegast. En og það svolítið kannski þeirra að taka svolítið frumkvæði í hvaða stefnu þeir vilja fara sko í þessu verkefni. Það er svolítið verið að sko þetta verkefni snýst svolítið að fiska svolítið hvað bændur telji sig geta farið í, hvort það sé einhvers konar endurheimt eða hvort það sé eitthvað annað sem að styður við náttúruna og ég í raun sé þetta fyrsta skref eins og þetta skref í sumar að þeir bændur sem að taka þátt að þeir fari fyrst og fremst í að gera áætlun og raða upp hvað þeir ætla að gera og í hvaða skrefum. Þetta svona úttekt þá á jörðum viðkomandi á náttúrufari og síðan hver staðan, hvað á svæðinu, hver staðan og hvað hægt að gera til að vernda það og bæta það. Og fá bændur aðstoð frá RML til þess að... Já, við myndum fá aðstoð frá RML og við myndum líka geta beint þeim bændum sko til fagstofnana og sérfræðinga sem að eins og hjá náttúrufræðistofnun og fleirum sem að þannig það því svolítið að ramma það inn fyrst hvað viðkomandi vill gera og hvaða aðstoð í raun vantar. Og bændur náttúrulega þekkja sitt land oft hvað best en það samt til eins og hjá náttúrufræðistofnun við náttúrulega til þessi vistgerðarkort og það til liggur alls staðar mjög góð þekking
sem að gera nýta. En svo ég spyrja aðeins meira, kemur eitthvað til greina að tengja saman lognuverkefni og síðan það sem að tilstendur, svo varst að kynna áðan, varðandi loftslagsvænan landbúnað. Það er að segja að þessi skil rétt, þessi 15 bú, þau munu koma til með væntanlega að gera einhverja aðgerðir til þess að minnka kolefnisfótspor sitt. Já, sem sagt bara kemur eitthvað til greina að tengja þetta eitthvað saman. Það getur alveg verið, það getur alveg verið mikil skörun í þessum verkefnum. Akkurat. Þannig að þannig að ekki þá nota þá þann slagkraft sem fyrir og nota hann þá bara í sameiningu frekar en að vera að vinna kannski sitt hvoru lagi að sama hlutnum. En þetta eitthvað bara sem við aðeins eigum eftir að ræða. En það eru síðan upptökurnar, þær eru inni á vefsíðunni hjá okkur og eru held ég flestar að verða komnar þar inn. Þannig að tekur smá tíma hjá tæknimannunum að vinna þetta. Eru fleiri spurningar? Ég veit nú bara segja orð og þakka fyrir þennan fyrirlestur og það sem ég hef náð að fylgjast með þessu verkefni. Þetta er flott og ég held að þetta sé inn í þessu ýmsar hugmyndir sem að skynsamlegt að þróa til framtíðar og ég hafði mjög skynsamleg nálgun hjá þig þarna í lokin þegar hún setur upp sviðsmyndir og svona áhrif. Þetta snýst nú oft svona í enda dagsins sem maður segir afkomu og þegar maður ætla að fara þessa leiðir þá þarf bara að hugsa það að ef menn eiga að gera eitthvað þá verður menn að hafa því einhvers konar afkomu hvernig sem hún tryggð. Þannig að það verður svolítið að hugsa þessi verkefni líka út frá því. Þetta er nú fyrir náttúruna og umhverfið rétt eins og loftslagslandbúnaður það líka en allt verður að taka tillit til þess að á einhverju verður menn að lifa. En það er auðvitað stundum þannig að en horfa til þess að það séu miklir fjármunir í búvörusamningum og eru gjarnan að bæta við það bæta verkefnum við það án þess að bæta við peningum en það er nú ekki endilega vænlegt til árangurs hvorki í þessu né öðru vegna þess að það er nú líka vasshalli á þeim þannig að peningarnir minnka svona ár frá ári. Þannig að það er nú rétt bara að undirstrika það að ef menn ætla að ná árangri í þessu og að ná árangri með því að setja inn einhver ný verkefni sem eiga að vera stór og ná árangri þá verða menn líka bæta við fjármunum. Það verður ekki öllu náð bara með tilfærslum af einhverju öðru. En að öðru leyti þá vildi ég nú fara eins og segið endurtaka þakkir mínar fyrir þetta verkefni. Ég hef ekki náð að fylgjast með því öllu en ég kannski að gera það skoða upptökurnar á vefsíðunni eins og nefndi nafni svona þegar þær koma þar inn en ég náðu allavega að fylgjast með 2 af þessum fyrirlestrum og takk aftur. Já, takk. Það þetta er einmitt það sem Brendan var að benda á og það sem þeir lögðu upp með í búrunverkefninu, það var einmitt að það kæmi þær greiðslur sem kæmi þarna inn, þetta væri í raun viðbót, bændur ættu að haga sínum búrekstri og sínum afurðamagni á búum, það ætti ekkert að draga úr því ef nema þörf væri á frekar að hagræða í búrekstri og byggja búin það bara upp með þessari hugsjón og setja upp bara þessi gleraugu að allir verkþættir og annað það myndi stuðla að þeim markmiðum sem eru sett í verkefninu.
Ragnar Frank hérna í Borgarbyggð. Já, blessaður. Svona aðeins að fæta inn í þetta sem Sigurður kom aðeins líka inn á og Guðbrandur með þessa kolefnisbindingu og núna hafa íslenskir kúabændur móta sér ákveðna svona stefnu en þá svona eitt stefna og annað árangur og eins og Sigurður hjá Bændasamtökum kemur inn á þá vantar geysilega mikið pening ef þú ætlar að binda kolefni sem að losast úr landbúnaðarlandi þá þarf verulega innsprautingu inn á upp á milljarða króna til þess að ná einhverju árangri sko. Ef við séum að skoða bindingu í skógrækt þá erum að tala kannski 60 ár en ef við ætlar að ná einhverju árangur næstu 10-20 árum þá þarf verulega innspýtingu þannig að þá ekki tilfærsla á einhverjum peningum eða þeir sem að minnka inn í þessa atvinnugrein og þannig að ég held að þurfi rosalega mikla peninga til þess að bara beinna aðgerða eins og voru gerðar 1970 þegar menn voru að ræsa fram og ef bændur ætla að búa til sér einhver svona skýra stefnu og ná árangri að vera búin að kolefnisbinda sinn kúabúskap innan einhver ákveðna ára þá veit ég ekki hvernig á að gera þannig en það vantar aura í verkið. Þannig en nú ég ekki bóndi en ég sé þetta út frá þessum gleraugum bara út frá að sitja í loftslagsráði og svo sitja inn hérna í tengslum við stefnumörkun sveitarfélaga í landbúnaðarmálum og þessari glímu sem eigum vinna en þetta þetta samvinnuverkefni og landeigendur eiga hrós skilið hvað þeir gera hlutina mjög vel en ég held að þetta snýst ekki einhverja hundrakalla, þetta snýst 1000 milljóna. En ég þakka Sigurði og ykkur öllum fyrir bara skemmtilega fyrirlestra og takk fyrir. Mig langar aðeins að koma inn í þetta Ragnhildur hérna á Snæfellsnesi. Þakka fyrir þetta verkefni og þessa fyrirlestra. Ég held að við höfum mist bændurna okkar svolítið út í vorið en við verðum líka að líta svo á að það verið að stíga bara ákveðin svona fyrstu skref í að, ekkert fyrstu skref, þetta búið að gera helling en það vantar samt eins og hefur komið í ljós í umræðunum eftir fyrirlestrana, það vantar bæði að byggja upp traust á milli sérfræðinga og landeigenda og við þurfum einhvern veginn að ná utan hvað á jörðunum og hvað hægt að gera og hvernig og það svona þessi skilningur og gagnkvæma virðing og ég held að þetta verkefni geti nýst til þess. Og ég mun halda áfram að hamast í bændunum mínum hér, ég held að lykillinn sé að við fáum svona innan gæsalappa alvöru bændur af því að svona, ég verið að fylgjast með hverjir hafa verið inn á fyrirlestrunum og það þá oft svona eins og ég, einhverjir sem bara búa á bújörðum en ekki bændurnir sjálfir sko. Þannig að hérna, til þess að ná þessum árangri þá þurfum við nokkrar jarðir og við þurfum að ná þessu samtali og þessari greiningu og svona bara hreinskiptu samtali og svo þarf að búa til tæki, það mín skoðun og bara áfram samvinna og ég vona við séum klár hérna á Snæfellsnesi, ég held það. Takk. Já, takk fyrir Ragnhildur, ég tek alveg undir þetta allt saman. Ég held að, já, þið gerum það bara. Held ég hinni líka. En klukkan orðin 2, þannig að við erum svona, held ég við sem bara förum að hætta þessu, þetta síðasti fyrirlesturinn og ég þakki ykkur öllum bara enn og aftur kærlega fyrir að taka þátt í þessu með mér. Þetta búið að vera mikið hérna á skemmtileg ferð en já, skilur held ég helling eftir sig og nú förum við bara að halda áfram í næstu skrefum, tökum ef til vill upp eitthvað svona form í haust. Það er svona, ég aðeins verið að hugsa það, hvort það geti verið einhver grundvöllur fyrir því. En bara takk kærlega fyrir og verið þið öll sæl og blessuð.